Hrossabóndi nálægt stóriðjunni á Grundartanga hefur í 2 ár reynt að fá eftirlitsstofnanir til að rannsaka dularfull veikindi í hestum sínum. Mun meira mælist af flúori í beinum hesta þar en annars staðar á landinu. Margfalt meira flúor hefur mælst í beinum hesta nálægt stóriðjunni á Grundartanga en í hestum af norðanverðu landinu. Hrossabóndi í Hvalfirði hefur í 2 ár reynt að fá eftirlitsstofnanir til að rannsaka dularfull veikindi hesta sinna. Hann telur þau stafa af flúormengun. Þetta er jörðin Kúludalsá við utanverðan Hvalfjörð. Hérna eru haldnir 30 hestar. Árið 2007 fóru þeir að veikjast á dularfullan hátt. Það var í byrjun júní 2007 að þá veiktist fyrsti hesturinn og ég hélt að þetta væri hófsberi. Ég hafði reyndar aldrei kynnst hófsberi en dýrlæknirinn studdi það á skoðun mína og við reyndum að lækna þennan hest en hann var felldur mánuði síðar og síðan veiktist bara hver hesturinn á fætur öðrum. Og hestar á bænum eru enn að veikjast. Þeir eru stirðir í hreyfingum og hófar þeirra virðast vaxa á óeðlilegan hátt eins og sést á þessum gráa hesti. Þeir sem sagt aflagast og þetta kemur fram í því að þau safna eins og fitulagi eða ég held að sé líka kannski bara bólga á skringilegum stöðum eins og á hálsi og makka. Í apríl 2009 fór Ragnheiður fram á opinbera rannsókn á þessum veikindum. Þeirri beiðni hefur enn ekki verið svarað. Við erum í 6 km fjarlægð frá stóriðjunni á Grundartanga og austanvindurinn sem hérna blæs í dag, þetta er ríkjandi vindátt á svæðinu. Ragnheiður telur augljóst að þessu tengsla milli þeirrar flúormenguna sem er best frá stóriðjunni og veikindana sem að hrjáð hafa hrossin hennar síðustu ár. Og hún virðist hafa nokkuð til síns máls þegar litið er á niðurstöðu mælinga á flúorinnihaldi beina úr hestum. Bláu súlurnar sýna magn flúors í beinum hesta sem komu úr Skagafirði. Það er gulu sýna flúormagn í beinum hesta frá Kúludalsá og fleiri stöðum í nágrenni Grundartanga. Þessar mælingar voru árið 2009 bornar undir Sigur Sigurðsson dýralækni. Hann sagði ekki hægt að útiloka flúoráhrif í sambandi við veikindin og að athuga þyrfti hugsanleg áhrif þessara mengunar á heilsu hrossa. Ragnheiður hefur ítrekað reynt að fá yfirvöld til að rannsaka málið, telur hún að verið sé að svæfa það. Það er allavega að vera að ýta því á undan sér. Það virðist sem að þetta sé mjög óþægilegt mál og menn séu rægir við að taka á þessu og það vill einhvern veginn enginn byrja.